Jæja Matti, þið náðu að snúa leiknum ykkur í vil, farið undir, lendu undir í hálfleik, komið tilbaka og eru bara einfallega miklu sterkari hérna í seinni. Já, ég sammála því. Þetta var mér fannst það alveg fínari í fyrri hálfleik líka. Þetta var jafnt í fyrri hálfleik, mér fannst það ekkert Stjarnan endilega miklu betur en við eitthvað svoleiðis, en jú, mér fannst það bara fínt fyrri hálfleikur. Stelpunum fannst það líka sjálfum svo það var eitthvað í loftinu, erum góður í sinni. Einmitt. Og nú náttúrulega kannski fór Úlfar Dís svolítið illa með ykkur í fyrri hálfleik og var það svona sérstakt markmið að svona loka frekar á hann í seinni, eins og mér fannst þið gera? Já, við töluðum bara leikmenn vissi svo sem að því, við breyttum aðeins hvernig við ætlum að loka á hann og það gekk vel, en þetta er náttúrulega ótrúlegt mark sem hún skorar, svo það það var ekki eins og var ekki endilega svo mörg mistök sem átt sér stað þar, þetta var bara gott mark. Hún fer hérna á milli Ragnheiðar og Elísu, eins og sé ekki ákvæmnar hvora á takana, þá hoppar hún á milli á skotið. Akkurat, þetta var bara, ég á eftir að sjá þetta aftur, en skotið er ótrúlegt, einhverstað lengst utan á velli og söng í víklinu. Einmitt. Og svo í jöfnunarmarkinu hennar, þá kemur sendingin í teig og það er eins og Elísa eigi að dekka hana, en gerir það ekki. Þannig sá ég þetta. Ertu búinn að sjá það mark? Nei, ég er ekki búinn að sjá það. Okay. Það verður bara sko. Einmitt. En að öðru, svona jákvæðnótunum, þau voru nú að vinna. Jordan Rhodes hérna með þrennu, hlýtur að vera ánægð með það. Jú, sjálfsögðu, frábært. Hún er bara komin í toppform og það er mjög jákvætt. Og svo er bara eitt í þessum fótbolta, það er hluti sem heitir sjálfstraust. Og hún fær það á að skora mörk. Og það er bara glæsilegt fyrir Val. Einmitt. Svo tók eftir því að það var óbreytt byrjunarlið frá því sigurleiknum á móti býttu nú við Þór. Móti Þór, já, akkurat, 2-1 leik móti Þór, já, akkurat. Þannig að ef eitthvað virkar, til hvers breyta því? Þið býnir svoleiðis? Jú, það var bara, ég treysti öllum til lögurinn á vellinu, það er ekki vandræðin. En ég ákvað að byrja þetta svona og svo koma bara ferskir varamenn inn á og varamenn breyta bara oft í tíðum leikjum. Einmitt. Herðu, bara til hamingju með sigurinn og takk kærlega fyrir viðtalið.